Jæja, þá skulum við skoða þetta hérna dæmi bolta sem hoppar og skoppar og til hann stöðast alveg og það er gefið að hann falli úr einhverju hæð H0 og boltinn er mjög vel fjaðrandi þannig að hann kemur hér, fellur úr þessari hæð og skoppar svo aftur upp hlutfallið Hn á móti Hn mínus 1 það sem að n er 1, 2, 3 og svo framvegis og sér í lagi náttúrulega þegar hann er búinn að fara hæðina H0 þá hoppar hann við getum kannski haft einhvern veginn í huga þetta er hvað 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kannski fyrir hann 1, 2, 3, 4, 5, 6 segjum bara til þess að hafa eitthvað til þess að geta búið til myndir að hann fari til dæmis helmingin af hæðinni sem hann kom úr þá reyndar er svo auðvelt að reikna en ef við teiknum nú myndina bara gamni þannig og í því tilviki væri þá r-ið nákvæmlega hálfur þannig að H1 er r sinnum H0 og næst fyrir hann í hæðina er H2 sem er þá r sinnum síðasta hæð H1 en við viljum kenna allt við H0 til þess að geta fengið þægilega formúlur þá sjáum við hvað H1 er setjum þá bara sem fall af H0 þannig að við fáum þá hérna r sinnum r aftur r sinnum H0 eða r í öðru H0 H3 er alltaf sama reglan það er þetta hlutfall á milli eigum að kalla það samlíkjandi ferðalaga, samlíkjandi hæða og þetta er þá H2 en nú getum við sett þessa hérna útgáfu H2 inn í staðinn fyrir H2 hér og þá fáum við r sinnum r í öðru H0 og r í þriðja H0 þannig að ef við teiknum nú þetta inn svona á mynd fellur hér upp, kemur upp og svo niður aftur og þá fer hann í hæð númer 2 niður fyrir hæð númer 3 og niður hæð númer 4 og niður og svo framvegis þangað til hann stoppar og nú erum við að æfa okkur í að hugsa markgildisreikninga og við ætlum að segja að þetta alltaf gerist óskaplega ört hér upp og niður þegar hann er búinn að hoppa og skoppa margoft. Við getum kannski hugsað sem svo að falli hér úr áþreifanlegri hæð, klifrum kannski hæst upp á Hallgrímskirkjuturn. Segjum bara hans 74 metrar og svo hoppar hann alltaf upp og niður. Og við sjáum ekki síðustu hreyfingarnar þar svo örar þannig að við viljum segja að við viljum nota þessi eiginleika að hann muni stoppa og nota töluna þegar n stefnir óhandilegt. Þá fáum við þægilega formúlu. Kannski ættum við að vera alveg viss það að formúlan líti rétt út því að ef nú erum við að nota þrepan ef við segjum að ef við heldum nú þessu áfram þá ætti formúla númer Hn að líta svona út r í veldinu n sinnum þetta H0 við erum bara að athuga hvort að við erum að gera ráð fyrir að þetta sé rétt og við megum alltaf nota það sem gefið þetta einhver rannsókn á því sem við erum að skoða leiðir af sér
og við ætlum að gera það fyrir að þetta sé rétt. Fyrir eitthvert n. Og hvernig ályktum við næsta? Og notum við það sem gefið er. Við hn pluss 1. Það er alltaf samkvæmt því sem að gefið er hn. Þetta hérna. Þá er þetta líka komið. Við höfum þá hérna r í enda h0 sem verður á réttu formi n pluss 1 h0. Fínt er. Ég ætla að teikna mér öðruvísi mynd af því sem er að gerast. Og kannski ekki endilega með r í enda 0,5 og ég ætla að beita nákvæmlega þessari tækni sem maður nota til þess að búa til föll, að láta einhvern veginn tíman, myndina sem við búum okkur til ferðast, þannig við sjáum betur hvað er að gerast. Svo lesa að kannski liti þetta þá einhvern veginn svona út ef við tækjum bara röða ljósmyndum af ferlinu. Hérna byrjar hann að falla og hann er alltaf fellubeint niður, en við ætlum að reyna að sjá þetta fyrir okkur með því að taka myndina svona, hann dettur niður og fer upp aftur, komin í hæðina h1, dettur niður og upp aftur, hæðina h2, niður upp aftur, niður upp aftur. Nákvæmlega svona sem við. Og undir föll og þá er svona orðið auðveldara að sjá fyrir sig allt sem er að gerast. Það var hvítan hér. Þetta er jú h0, það var gefið þessi vegland hér, það var bara niður. Eitt stykki, svona línubútur að lengdinni h0. Svo þetta hérna þýðir upp og þýðir niður, þannig að þessi vegalengd er farin tvisvar h1. Og sama með þetta hérna, þessi vegalengd hér er farin tvisvar sinnum h2. Og þessi hérna vegalengd hér upp í topp er farin tvisvar sinnum h3 og sinnum h4 og svo almennt sinnum hn. Já, við verðum alltaf að taka endanlega marga liði þegar við erum að búa okkur til formúlur. Annars getum við ekki talið á endanlega hátt. Nú með þetta sem ég hef, þá get ég alltaf að reiknað út heildarvegalengdin er h0, það er fyrsta ferðalagi, ég er bara að skrifa niður þar sem að ég teiknaði og svo fyrir hann tvisvar sinnum h1, tvisvar sinnum h1 pluss tvisvar sinnum h2 pluss tvisvar sinnum h3 pluss tvisvar sinnum h4 og hvað ætlar maður að mæla oft og tvisvar sinnum hn. Og svo viljum við gera formúlun okkar þannig úr garði að við þurfum bara að vita úr hvað hæðan féll og hver hlutfallsfastin er á milli svona samlíkjandi hoppa. Og við erum alveg örugglega með hlutfallsröð, það er það sem maður kannar alltaf, stundum erum við með mismunaraðir, þá aðtugum við mismun á milli samlíkjandi líða, nú erum við að athuga hlutfall á milli samlíkjandi líða. Og það sem maður rissar bara á blað hjá sér eitthvað staðar, er þetta ekki alveg örugglega hlutfallsröð, þá skoðum við allt í lagi. Líður númer n pluss 1 deilt með liðnum sem á undan fór. Setja inn formúlu samkvæmt þessari óformlegu þrepun sem ég var nú bara svona að setja fyrir mig. Þá var ég með r á móti hn og hendar það einhvern veginn að nota þetta form, alltaf að nota hitt en nákvæmlega þetta form skilgreinir hlutfallsröð. Við sjáum að hlutfall á milli samlíkjandi liða er fast. Það er bara r. Flottir. Við kann líka formúlur fyrir rúmfræðilegar raðir. Þannig að þetta verður kannski ekkert óskaplega erfitt. Ég ætla að gera eitt. Bara reynslan kennir manni að það er dálítið þægilegt að ég ætla kannski að setja 2 hér og tek þá bara 1 h0 í burtu.
Fyrst ætla ég að skrifa upp það sem ég hef. Þegar maður er að gera þetta kannski í fyrstu skiptin. Þá hef ég H0 pluss 2H1. Hvað var H1? Nú ætla ég að skrifa allar hæðabreytingar. Þannig ég noti bara H0 og R. Þannig að hér hef ég 2 í stað fyrir H1. Skrifa alltaf beint fyrir neðan svo þetta sjást nú betur. Það er 2 R H0 pluss 2 R í öðru H0 pluss 2 R í þriðja H0 pluss 2 R í fjórða H0 pluss 2 R í enda H0. Nú ætlum ég að gera nákvæmlega það sem ég sagðist ætla að gera. Ég ætla að hafa tvist hér, þess að ég kannski þurfi þess beint. Þá þarf ég að taka eitt H0 í burtu. Því þá hef ég í öllum liðum, fyrir utan þennan sem ég ætla að hafa, eða að draga frá, að þá er ég með tvist og H0 sem ég get tekið út fyrir og nota dreifreglu. Þannig það er kannski þægilega að hugsa þetta svona. Allt í lagi SN pluss þetta H0, ég get alveg haft þetta hérna megin. Og svo lagi ég þetta bara til í lokin. Verður þá 2H0 pluss 2RH0. Mér leiðist ekkert að skrifa þetta. Ég er bara líka að æfa mig. Er í þriðja H0 pluss 2 er í fjórða H0 pluss 2 er í enda H0. Nú ger ég nákvæmlega það sem ég sagðist ætla að gera. Ég tek 2 H0 út fyrir sviga eftir stendur þá 2. Nei, 1 pluss R í öðru pluss R í þriðja og svona koll á kolli, þá komum við R í enda. Þetta er í formúlan sem vorum að æfa. Þetta er hlutfallsröð, R er fasti. R er tala sem liggur strangt á milli 0 og 1. Skulum aðeins bara velta því fyrir okkur rúmfræðilega. Hvað væri að gerast hér ef R væri stærri en 1? Þá myndi boltinn hoppa hérna niður og svo fer hann hlutfallið R af því sem áður var. Ef R er 1,5 þá bara fer hann herra heldur en áður var. Hann var í síðustu hæð. Það gerist ekki mjög við þessu forsendu sem hér er. Það er ekkert sem sparkar í hann hérna upp aftur. En ef það væri, þá getum við hugsað svoleiðis verkefni síðar. Ef R-ið er neikvæð tala, kannski mínus hálfur, það getur alveg komið til. Þá er þetta kannski teygjustökk og hoppar kannski maður hér, teygju, fer hérna niður og svo upp og niður og svo framvegis. Þannig við getum alveg reiknað það líka. En við viljum ekki gera það. Við viljum bara byrja á þessu. Við viljum svona aðtöku hvort við getum gefið ykkur að merkingu sem við svona skiljum eðlisfræðilega kannski hvað R-ið er. En fyrir okkur er þetta ósköp þægilegt. Við getum þá skrifað þetta 2H0 og þetta skrifum við sem röð. Og þetta er þá R í veldinu K. Og við vitum nákvæmlega að þetta hér er samkvæmt smíð rúmfræðilega röðin. Stundum táknum stóru G. Eða hverju því sem okkur finnst fallegt. Þetta er 2H0 og formúlan er 1 mínus R í veldinu fjöldi liða. Það er pluss 1. Byrja að telja í 0. Ég horfi líka bara liðlýsuna. Hvað er þetta margir liðir? En mínus 0 pluss 1 deilt með 1 mínus R. Fínt er. Og þá get ég núna nota þessa þægilegu nálgunarreglu að bara því það er mjög erfitt að telja þegar boltinn skoppar svo ört. Þannig að undir lokin ég ætla að segja S sé
Ég get svo sem alveg haft plus H0 hérna megin, ég færi það bara yfir jafnaðarmerkið eftir. Það sé þetta markgildi, það er 2H0, það er bara fasti sem ekki trefist. Þegar n verður ansi stórt. Þetta er alltaf nálgunarformúlur. Og hér er, ég er kannski búin að skrifa það. Það er ekkert hér sem er svo sem snúið. Hér er ás, hann breytist ekkert, hér er ás, hér er fasti, ekkert n tengt honum. En hér erum við með tölu sem liggur á milli 0 og 1 í mjög háa veldi og hálfur til dæmis er í veldinu 1.000.000. Það er ekki bara 0, það er eiginlegt 0. Þannig að hér fáið bara, ég vil náttúrulega skrifa formúluna, 1 mínus r í veldinu n plus 1 deilt með 1 mínus r, og það er kannski alltaf að sína nákvæmlega hvað er að gerast. H0 og hér erum við með 1 mínus og svo setjum við límens hér. N-ið stefnir á plus óvandarlegt í veldinu r í veldinu n plus 1. Engin áhrif hérna, engin áhrif hér. Því að markgildisreglurnar segja, þú ert að láta segjum að x, hvað sem það nú er, stefni á plus óvandarlegt. Taka markgildi fyrir eitthvað fall sem er ekkert háð x, segjum að hér sé bara y sem að veit ekkert hvað x er. Það fáum við bara áfram f af y. Því aftur á móti, ef við vitum að y er einhvern veginn háð x, þá þurfum við að rýna betur í þetta. Og almennt er þá þetta y bara einhver fasti, L er einhver fasti sem að veit ekkert um L. Þá getur x-ið ekkert breytt því. Þetta er eins og að vera reikspól eitthvað staðar við eitthvað sem er fast. Það hreyfist ekkert. Nú, allt í lagi, þannig að eina sem við þurfum að velta fyrir okkur þessi hér og við erum búin að skoða þetta og ég meira sem með þrepun. Já, þetta er 0. Og stundu skrifa maður það til þess að sína að maður bara viti nákvæmlega hvað er að gerast. 1 mínus markgildið. 1 mínus r. Svona. Það er að segja, ég er búin að sína að s að viðbættu þessar fyrstu hæð verður svona. Og þá er formúlan orðin fín. En ég ætla nú að hafa bara s, ekki s plus H0. Þannig að við skulum segja frekar að heildarvegalengdin sem boltinn fer, heildarvegalengdin er sem boltinn hoppar og skoppar en hann stoppar er s. Og hún er þá, það er bara H0 yfir jafnaðarmerki og svo verður við að gera samnefnd. Og samnefnarinn er, það er bara þessi. Og við skulum þá skrifa það upp. Þetta verður þá, við lengjum þá H0 með 1 mínus r og svo 1 mínus r. Hér erum við með 2H0 og móti 1 mínus r. Setjum allt á eitt deilistrygg. Það var mínus H0 plus, og markvæld upp á svigunum hérna, plus H0R plus 2H0, allt saman deilt með 1 mínus r. Og hérna höfum við hvað? 2H0 mínus 1H0. Þá höfum við bara H0 plus H0R deilt með 1 mínus r. Og svo endum við alltaf á þessu sama, horfum síðan á það sem við sjáum. Hér erum við með H0, sameiginlegur liður, sameiginlegur þáttur í báðum liðum, pluss og mínus skipta liðum. Tökum þá bara H0 út fyrir, deilistrygg, og skrifum 1 plus r, 1 mínus r. Til að setja punkt hérna, eða semíkommu,
og þetta þá formúlan sem við getum notað. Laga aðeins til. Þægileg formúla. Formúlan verður þægileg. Eina sem við þurfum að vita er, og þetta er náttúrulega strangt til tekið S, við getum lítið á þannig að S er eitthvað að falla á 2 breytum. Það er hæðin, svona myndum við gera til að forrita, setja inn í MATLAB, og R, við þurfum bara að vita þetta tvennt, við sjáum það á hægri hliðinni að þetta eru stærðirnar sem málið allt varðar. Við þurftum ekki að vita hinnar, það ákvarðast allt af þessu, en við skrifum þetta náttúrulega kannski bara svona. Þetta er formúlan. Og hún kallar nú eiginlega á það að vera römmuð inn. Þannig að það er fínt. Og nú getum við líka að reikna. Prófum Hallgrímskirkjuturn. Búum okkur til dæmi. Og það sem ég veit ykkur til þess að gera er að smíða formúluna alveg frá grunni. Að gera þetta hratt og lausa allt þetta snakk. Það vita nákvæmlega hvað er að gerast, því að ef við breytum forsendum svolítið þá fáum við allt öðruvísi formúlu. En þá vitum við nákvæmlega hvernig við gerum þetta. Búin að gera þetta einu sinni og við myndum bara rúmfræðilega röð. Dæmi. Skulum segja við séum að ég er bara með það sem voru með áðan. Hallgrímskirkjuturn, 74 metrar hæð, fyrir alveg upp á topp, og ef hann er eitthvað læri þá bara fáum við okkur stig og förum aðeins herra. Stöndum þar, látum boltan falla og svo segjum við þetta sé bara eitthvað reynslulögmál akkurat í þessu tilviki sem við erum að framkvæma tilrauninni að hann fari 80% af hæðinni, síðustu hæð alltaf upp að hvað fyrir hann langt. Þetta er hlutfallsfærsla sem er þó einingalög stærð, bara 80%. Þannig að við erum hérna með kirkjuna. Það er ekkert hvað hún lítur út, hér er krossin og svo hoppar hérna boltinn upp, niður og svo framvegis og þannig stoppar. Og við getum bara reiknað. Segjum þá hér, heildarvegalengdin sem boltinn fer er þá 74, ég ætla að sleppa því að skrifa eðlisfræðilegar einingar, setja bara inn í lokin og við fáum þá nýja tölu hér, 1 pluss hlutfallsfastinn, 1 mínus hlutfallsfastinn og svo megum við hafa einfalda reiknivélin. Nefnum ekki bara að getum ekki reikna þetta. Þetta eru 74 metrar, upp á stríki er 1,8, undir stríki er 0,2 og þetta er sama 18 deilt með 2. 1,8 og 0,2 er ekki lengi með 10, 18 deilt með 2 sem er 9. Þannig við fáum 74 sinnum 9, sama 18 deilt með 2. Og 9 sinnum 74, skulum bara reikna það hérna, 9 sinnum 74, 4 sinnum 9 eru 36 og ég skrifa þá 6 hér, 7 sinnum 9 eru 63, einu minni en 8 sinnum 8 og þá hefur við 63 og svo getum við 3, 66, 6, 6, 6. Það er kannski ekki mjög kirkjuleg tala en við segjum bara heildarvegalengdin er 666 metrar. Svona. Setjum punkta sem svarið er og þetta erum við bara búin að gera. Nú reiknum við þetta. Förum hratt yfir sögu. Alltaf gott að renna yfir það sem maður var að gera. Við eigum sérst að finna formúlu fyrir bolta sem hoppar og skoppar þangað til hann stoppar. Við sjáum að það er einhvern veginn skynsamlegt að nota marketisreikninga því við sjáum ekki nema með kannski ákvæðilega góðri myndavél hversu örar breytingarnar eru á hoppinu og skoppinu svona undir lokin, en við vitum það bara frá reynslunni að boltinn mun stoppa svona miðað við þær aðstæður sem eru settar upp hérna. Hérna sjáum við einhvern veginn af hverju það er sníðugt að hugsa þetta sem fall, þar að segja íta myndin alltaf til hægri til þess að sjá betur hvað er að gerast, því annars erum við að svona rýna alltaf á sömu línunni, bara gera þetta okkur til þæginda og við gætum þá síðan með kannski aukið við dæmið og
sko í raun og veru mælt tíman, það er bara annað verkefni og eðlisfræðin hefur fínar formúlur fyrir því. En við ætlum bara að mæla vegalengd. Hvað er þetta langt sem að fer upp og niður, leggjum alla vegalengdi saman og lítum það sem jákvæðir. Og við áttum bara að hafa þessa hérna forsendu, hérna að boltinn fer alltaf hlutfallið R upp af hæðinni sem að hann kom úr. Og við samfærist það að okkur nægir að vita hvað R er og upprunaleg hæð og þá verður þetta hérna og þessi hér, við getum alltaf að reikna ef það væri beðið tiltekið hopp eða skopp. Og eðlilega leggjum við síðan þetta bara allt saman og þá kemur þekking og raunum og röðum sér vel. Þetta er auðvitað það sem er að gerast, við bara skoðum það og svo náttúrulega nýtir maður sér bara algebruna. Það er þægilegt að reikna þetta svona, þá eru liðirnir allir eins, það er tvistur og H0 í öllum, tvistur og H0, tvistur og H0 og alltaf þegar við komum við þá reynum við að nota dreifireglu. Hérna bættum við bara við sama bekkjarvegna jafnaðarmerkis og þá erum við komið með eitthvað sem við kunnum, eitthvað sem við þekkjum. Við getum sýnt bara hér að við þekkjum vel knappaformið eða summary-dottin og formúluna, almennu formúluna. Ef R hefði verið stærri en 1 þá náttúrulega vex þetta upp öllu valdi, það væri kannski svolítið skrítið ástand með það sem gerist hér á jörðu. Og svo segjum við, hér er þessi hugsun að geta alltaf haldið áfram að telja góð. Það eru Liemans-reikningar, margildisreikningar, vegna þess að við viljum náttúrulega senda þetta í 0. Sýnum bara hvernig stærðfræðin lítur út og þetta verður 0. Tala sem liggur á milli 0 og 1 í eins há veldum að getur hugsað sér og enn hærra ef því er að skipta er 0. Og þá endum við með þessa þægilega formúlu. Og svo kannski bara einföldu hana aðeins fyrir okkur og svo er þetta bara algebra sem að endar svona einhvern veginn og hér tökum við H0 sameiginlegan þátt í báðum liðum út fyrir sviga og hún lítur þá svona út sem segir að við getum dregið ótrúlegar upplýsingar í raun og veru út. Við þurfum bara að vita hvað hæð er hoppað og hver hlutfallsfastinn er. Prófum svo bara eitthvað einfalt dæmi og þetta var nú algjör tilviljun, bara svona skemmtileg tilviljun svona sögulega skemmtileg tala. Hún detti út ef við prófum að láta boltan falla á 74 metra hæð, þetta var Hallgrímskirkja, fer alltaf upp á 80% síðustu hæð og þá eru þetta er náttúrulega nálgunargildi, við sendum enn og óvandarlegt, þetta er ekki þannig í alvörinni. En svona notum við stærðfræðina. Þetta er ekki óvandalega mörg skopp, við þurfum að gæta því. Og svo skiptir auðvitað engum máli hvaða tölur þetta eru. Við getum prófað fyrir hvað sem vera skal, fyrir teigastökk, myndum við kannski nota mínustölur hér. Og ef að það nú sparkaða krafti á móti, þá gætum við kannski verið með hlutfallsfasta sem að hækkar og hækkar og hækkar. Svona. Segjum þetta gott.